Sælveri, ég ætla að sýna ykkur í þessu myndbandi hvernig þið búið til og haldið utan vefdagbókin ykkar í vorverkefninu núna í Langholtsskóla 2015. Ég hef búin að búa til undirsíður fyrir ykkur öll, eða fyrir alla hópana, og þið eru komið með í hendina núna aðgangsorð fyrir vefin ykkar og það er mjög mikilvægt að þið fylgið eftir þessum leiðbeiningum. Þegar þið byrjið á því að gera vefsíðuna fyrir vorverkefnið ykkar, þá skulið þið fara inn á þessa slóð í Vafra, students.weebly.com. Þar skráið ykkur inn með notendanafninu og lykilorðinu sem við letum ykkur fá. Þá komið inn á þessa hérna síðu. Og það fyrsta sem þið gerið er að búa til slóð inn á vef verkefnisins sem er þá eitthvað viðeigandi nafn fyrir verkefnið sem verður þá nafnverkefnisins.weebly.com. Þið ítið á continue og þá sjáum við svona myndband sem kennir ykkur svolítið á kerfið. Ég ætla að loka því. Þið sjáum að hérna nú þið búin að opna í raun og veru síðun ykkar og hún opnast á forsíðunni til að bæta við síðum undir vefin ykkar og þýða nöfnin. Ég ætla að byrja á því að þýða hérna home, gefa því nafni forsíða, sjá að það breytist þarna. Ég ætla síðan að bæta við síðum á vefin minn. Ég vel plúsin hérna add og það fyrst sem ég ætla að gera er að bæta við bloggsíðu, en það er í raun og veru dagbókarsíða og þetta þurfið þið að gera því að þið þurfið að halda góða dagbók yfir vinnun ykkar alla dagana. Ég fyrir save og edit og ég ætla að bæta við einni síðu í viðbót sem að þið verðið líka að gera og það er sennilega það fyrsta sem að þið gerið, en það er undirsíða sem að heitir verkefnið. Þar kynnið þið ykkur sem hóp, þá sem er í hópnum og segir frá út á hvað verkefnið gengur. Mjög mikilvægt að þetta sé góður og skýr texti. Maður getur náttúrulega hugsað sér að þessi texti verkefnið og kynning á ykkur sem hópi geti verið á forsíðunni svo sem líka, en þið ráðið því. Ég ætla núna að velja dagbók verkefnisins og sýna ykkur örlítið hvernig maður setur inn upplýsingar á síðuna. Ég get farið beint í allan texta sem ég sé og breytt honum. Ég get þýtt hérna til dæmis. Ég get valið myndina og þið sjáu það að ég get skipt mynd og átt eitthvað aðeins við hana. En til þess að búa til nýja dagbókarfærslu þá vel ég hérna new post niður í horninu og ég get gefið færslunni minni nafn, dagur 1. Ég get skráð dagsetningunni en hún skráist sjálfkrafa og þið þurfið náttúrulega að vera með færslu hvern einasta dag. Síðan fer ég hérna vinstra megin og ég dreg inn þau atriði sem ég vil að séu. Ég ætla að draga hérna inn til dæmis mynd og með því að smella á það svæði sem að ég dró inn á þá get ég fundið mynd í tölvunni minni sem ég get þá sett inn á vefsíðuna mína. Ef að þið hafið tekið myndir á síma þá er mjög sniðugt að setja upp app, Weebly app, en þá getið þið tengst síðun ykkar á einfaldan hátt og þið getið upplótað þeim myndum sem þið hafið tekið á síman beint inn á bloggsíðun ykkar. Ég skal sýna ykkur þetta ef að þið viljið það. Hér sjáðu ég er búinn að draga inn textabox og ég seti inn einhvern texta sem er þá dagbókarfærslan mín. Það er ýmislegt annað sem ég get fundið til hér. Allir þessi möguleikar eru þarna vinstra megin á skjánum og við getum dregið á inn. Þegar við erum orðin sátt við dagbókarfærsluna okkar, búin að setja inn myndir og kort á hana, þá veljum við post hérna efst í horninu hægra megin og þá erum við í raun og veru búin að senda dagbókarfærsluna okkar inn á dagbókarsíður okkar.
Á sama hátt getið þið dregið inn hluti á aðrar síður í verkefninu ykkar. Að lokum þá verðið þið í fyrsta skipti sem til þess að vefurinn verði aðgengilegur fyrir aðra, þið verðið að velja Publish í horninu hægra megin efst og þið gangið úr skuggum að slóðin inn á vefinn ykkar er eins og þið viljið hafa hann, þið fáið tækifæri til þess aftur. Og þegar þið smellið á Continue þá getið þið flokkað síðun ykkar. Ég vel hérna Education og Class Project og Continue aftur og þá fer hún í þetta að publisha eða gefa út vefsíðuna og þá er hún orðin opin og aðgengileg endanlega. Við getum deilt henni á Facebook, við getum deilt henni á Twitter með því að velja þarna takkana fyrir neðan og það sem er mikilvægt, þið þurfið að koma þessari slóð til kennarans ykkar, þess sem er umsjónarkennari verkefnisins.